Nýbakað góðgæti. Netto. Æja Halla, við erum stödd hérna í Myllubakkaskóla, þar sem að þú ert með námskeið. Það er hluti af því sem að þú ert að gera núna í eina viku á Suðurnesjum, en býrð annars í Kaupmannahöfn. Hvað ert að gera í Kaupmannahöfn? Ég er að gera svona allt mögulegt. Ég myndi kalla mig sem, ég er náttúrulega kennari. Ég kenni íslensku börnum í Kaupmannahöfn og Roskilde íslensku einu sinni í viku. Og síðan er ég prjónahönnuður. Og síðan er ég svona prjónaráðgjafi og allt sem tengist prjóni og handprjóni sérstaklega. Og þú hefur verið að hanna líka flíkur sjálf sem að hafa slegið í gegn. Já, ég er náttúrulega, ég er frílans hönnuður, þannig að ég starfa með hönnuðum og þeir ráða mig þá í eitthvað ákveðið verkefni og sem kannski merkilegast er að ég hef fengið tækifæri að vinna með dönskum hönnuð sem heitir Anna-Sophie Madsen sem er svona the rising star í Danmörku og hún náttúrulega er að gera annað heldur en fólki flest, þannig að það er þess sem að gera hana svona sérstaka og það er frábært fyrir einhverja svona konu frá Íslandi að fá tækifæri að vinna með svona konu. Maður kann öll svona triks og rosalega svona bundin í allri svona prjónahefð og svo ég má skjóta inn í að ég kláraði svona hönnunarnám í vetur, þar sem að prjón var stór hluti af mínu verkefni og markmiðið með því verkefni var að reyna að brjótast úr þessum viðjum vanans. Þannig ég braut allar svona hefðbundnar reglur í mínu lokaverkefni. Og það hefur fengið að læra þegar ég hefur verið að vinna með Anna-Sophie að hún held það er hún er ekkert föst í neinum viðjum að því hún kann ekki neitt að prjóna og hún stekkur bara alltaf út í djúpleguna og það er alltaf alveg ótrúlega skemmtilegt að vinna með einhver svona stúlku sem að biðja mann að gera eitthvað sem að maður segi fyrst, þetta er ekki hægt. En ég hef oft sagt að ég var fyrst að vinna með henni, það baði mig að prjóna peysu og ef ég hefði verið betri dönsku þá hefði ég sagt nei, þetta er ekki hægt. En ég gat einhvern veginn ekki útskýrt að þetta væri ekki hægt. Þannig að hún er líka svona frekar svona ofvirk og hún stoppar allt svo stutt í hver skipti þegar hún er að tala við þig og hún er bara hlaupin í burtu og ég bara fór heim og fann út úr þessu. Og það hefur svona, mér fundist svo skemmtilegt að fá að vinna með henni, hún kemur með alveg steiktar hugmyndir sem ég þarf að leysa. Sem að var til dæmis peysa sem þið gerður í samvinnu við hérna og var sýnd á tískuviku í París. Já. Hvernig var þessi peysa, hver var uppskriftin af peysunni? Hvernig átti hún að vera? Hún náttúrulega er með ef maður kíkir fyrir að skoða heimasíðuna hennar og nöfnin á tísku línunni eða kolleksjónunni, það heitir þetta stúlkan sem aldrei kom eða heitir undarlegum nöfnum og þetta er oft svona svolítið hvað segir maður, ljótt eða dökkt, svona stemmingin í þessu hjá henni. Og þá komum með peysu í vor og sýndi mér Halla, getur við ekki búið til peysu þannig það er eins og sé búið að leysa upp hluta af henni og því þetta var svolítið sem var búið að hellast eiturefni í eða eitthvað þannig það leysist upp. Ok, ég segi við prófum, við finnum eitthvað og svo fer ég bara heim og geri bara 20-30 pröfur alls konar, ég er með myndina sem hún hefur látið mig fá og svo reyni ég bara að koma til móts. Og svo kem ég til hennar með að slatta pröfum og svo velur hún úr. Við vinnum áfram með þessar 3 sko. Og svo vorum við kannski ekki alveg búin að nálgast þetta alveg nógu vel en ég var ekki búin að gefa upp öndina. Og þá er ég búin að búa með, ég prjóna svona kraga sem ég er með svona sérstakann þráð í og hann lá á borðinu og sem ég prófa að prjóna bút og blanda sem þræð inn í sko. Og svo fer ég með þetta til hennar og fleiri pröfur og svo sá hún þetta hún bara, hei, komið. Og þá blandaði ég með bómullagadd og þennan þráð sem heitir glow in the dark, þannig að það lýsist upp í myrkri og svo teiknar hún bara peysu og ég fer svo heim og prjóna. Þannig er ferli hjá okkur. Og svo því hún er svona rising star í Danmörku og er að gera mjög skemmtilega hluti og hún er alltaf bara ung og ég held að hún sé búin að vera 5 sinnum á tískuvikunni í Kaupmannahöfn, ekki oftar en það. Og hennar sjó hafa undanfarið verið svona sjóið, en nú í sumar hættum við og fór bara til París og sýningin þar var í haust.
Þannig að ég gerði mér bara enga grein fyrir því að flík frá mér væri að fara á tískuvikunni í Kaupmannahöfn, í París, fyrir en ég sá bara myndir. Þá hugsaði með mér, ég hefði nátt að skella mér, sko, og mér stóði alveg til boða, sko, en það náttúrulega, ég gerði mér ekki grein fyrir hvað þetta væri merkilegt og svo ég náttúrulega lang elst af þessi tími hennar, þannig að ég það kannski finna mig bara eitthvað með mér næst og skella mér til París þar. Ég er full að trúa að við verðum þar aftur, sko. Og nú ertu komin hingað verið með námskeið hérna fyrir kennara í verknámsgreinum, eða ekki? Já, ég er náttúrulega verknámskennari sjálf og hef hérna, og það prjón hafa verið með hugleiki allt mitt líf. Þá er ég líka svona dellikona og fengið alls konar hugmyndir. Ég hef farið í gegnum tréskeiðið og glerskeiðið og alls konar skeið og svo fór ég á námskeið í skólanum mínum, fyrir 2 árum, að búa til skartgripi úr hjólaslöngum. Og það er líka bara ótrúlega danst að endur nýta hjólaslöngur og ég var sem sagt með, ég var spurðaði ykkur mann í sumar hvort ég geti ekki komið og haldið eitthvað námskeið að því ég kann svona sitt lítið að hverju og þá hugsaði með mér, já hér nú allir farinir á hjóla, það er orðið komið í tísku og hjóla í Íslandi, er það ekki bara alveg góð beinu framhaldi að vera með námskeið í hvernig maður getur nýtt hjólaslöngunar í eitthvað annað en að henda þeim í ruslið.